Já, verið velkomin í þáttinn Sanna Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og í þessum þáttum þá leitist við að heyra svona sannar og raunverulega frásagnir af þeim sem að þekkja kerfin í borginni, hvað það þarf að laga og hvernig að laga það, af því að við þurfum jú að bæta og laga allt þetta óréttlæti í borginni til þess að ná fram einhverju svona borgarsamfélagi sem hentar fyrir okkur öll. Í dag þá ætlum við borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins að taka stöðuna og fara yfir það hvað við getum gert og hvað við höfum verið að gera. Varðandi bara það að tryggja hérna sé hlustað á raddir borgarbúa og hvernig getum við bætt og lagað kjör og hvernig svona tryggjum við að raddir þeirra sem að þekkja best til sé inn í allri stefnumótun. Og það sem hefur alltaf verið leiðarljósið hjá okkur er að heyra einmitt í íbúum, starfsfólki. Við erum með þessa þætti þar sem við fáum svona dýpri innsýn í stöðu þeirra sem að, vita ýmislegt borgina og vita hvernig mætti laga það. Og svo höfum við líka einmitt lært ýmislegt í gegnum opna viðtalstíma sem að við höfum verið með og ætlum svona aðeins að fara yfir bara hvernig tæki og tól við höfum sem borgarfulltrúar til þess að laga allt það sem er gallað í borginni, af því að auðvitað er okkar hlutverk að koma röddum íbúana áfram og að hún svona stýri stefnumótun innan borgarinnar. Og til þess að vinna gegn óréttlæti að þá þurfum við náttúrulega fyrst að byrja á því að skoða launa og kjaramál. Og við ætlum svona þess að þræða bara í gegnum svona helstu málefni sem að við teljum að séu nauðsynleg til þess að búa hérna til góða borg og með mér í dag er Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, Hæ. Við ætlum svona aðeins að fara yfir stöðuna og náttúrulega óréttlætið það birtist víða í þessu stéttskiptu samfélagi sem við búum í og ef við skoðum svona launamálin að þá eru laun okkar borgarfulltrúa allavega okkar mati þau eru mjög há. Og þetta er eitthvað sem við sósíalistar höfum talað lengi að þurfa að endurskoða og þurfa að setja eitthvað skonar stefnu bara launamálin almennt innan borgarinnar. Og við höfum svona talað fyrir því að sem dæmi þá gæti laun okkar verið þannig að þau verði aldrei hærri en þreföld lægstu laun. En tölurnar sem við erum að sjá í launaumslaginu, þetta er orðið ansi hátt, þetta er orðið marga tölur þarna. Nei. En það er mjög góð punktur að þetta ætti að haldast í hendur. Leið að okkar laun hækka, þá ætti átómatískt líka að þannig að lægstu laun hækka í takt. Þú veist. Það er bara eiginlega svolítið sjálfsögð stefna fyrst mér. Þú náttúrulega læðir fram fjölda tillögum að síðast á kjörtímabili. Viltu kannski segja frá því hvaða tillögur þær voru og hvernig var tekið í þær? Já, við leiðum ég lagði fram tillögu einmitt þetta launabil að það yrði 3 á móti 1. Já. Og það yrði þá þannig að hæstu laun sem að væri greidd í borginni væru aldrei hærri en þreföld lægstu laun. En svo sagði ég líka bara í umræðinni því að ég sá að það var ekki svona, þetta var ekki eitthvað margir til í þetta. Nei, það var ekki margir sem voru einmitt svona sammála að tóku vel í þetta. Nei, og ég sagði bara, herði, við skulum bara ræða þetta. Það þarf ekki endilega að vera 3 á móti 1. Við getum rætt bara hvernig á launastefna og kjarastefna verið innan borgarinnar. Finnst okkur þetta að vera 4-föld lægstu laun? Finnst okkur þetta að vera eitthvað minna? Þú veist, getum við ekki bara að tekið svona samtal þetta? Já, og svona opna kannski umræðina með að koma með þessa, þú veist, hvað með 3 á móti 1 og kannski vonast til þess að einhver kemi þá með svona mótsvar við því. Nei, hvað með 5 á móti 1 eða eitthvað þannig. En það hefur ekki verið einu svona. Skilaboðin eru rosa mikið bara að það sé ekki okkar að vera að pæla í þessu, en ég meina við erum borgarstjórn, við stýrum þessu málum, þannig að ef við viljum gera breytingar, þá hlýtur það að vera leyfilegt. Já, við náttúrulega getum gert rosalega margt og þetta virðist bara að vera svolítið þægileg afsökun fyrir þau. Í mjög mörgum málum að segja við getum ekki verið að skipta okkur þessum og hinum málum, en það er svo margt sem við geta gert líka bara með orðunum. Bara byrja á því allan að segja að þessi laun séu ekki, þú veist, í lagi, það hefur heldur ekki verið sagt. Þú veist, sýnið eitthvað, en það hefur ekki verið gert. En það hefur ekki verið og þessum 4 árum sem fyrir að kjörtímabilinu sem þú varst á, þá var einhverja tillögur frá meirihlutanum eða eitthvað tengt
þú veist, launastefnu eða, þú veist, var eitthvað svona einhverja hugmyndir? Það hefur verið rosalega mikið talað jafn launastefnu, jafn launavottun, að útrýma kynbundnum launamun sem auðvitað það sem við eigum að vera að gera og við eigum að skoða út frá alls konar svona þáttum eins og uppruna og svoleiðis, en það vantar sárlega þennan stéttavingil inn í allt. Það einhvern veginn verið að segja sko sömu kjör fyrir sömu störf, en svo sjáum við afleiðingar útvistunarstefnunar hjá til dæmis eins og við höfum talað í þessum þætti hjá Strætó BS og ég meina það í eigu Reykjavíkurborgar að hluta til. Þannig að við getum ekki einhvern veginn verið sko með vinstri hendinni, rosa spennt fyrir jafnlaunastefnu og verið bara eitthvað, hei, við erum að tryggja bara sömu kjör fyrir sömu störf. Á sama tíma við erum að keyra niður kjörin í gegnum útvistin, því við sjáum það að vagnstjórar sem eru ekki fastráðnir til Strætó, heldur í gegnum þá verktaka er að fá lægri laun. Þannig að þú veist, hljóð og mynd fer ekki saman. Nei, það er verið að segja á sama tíma einhvern veginn og þau eru að beita sér fyrir jafnlaunastefnu sem er allt bara flott og gott að þau eru að beita sér þar, en þá segja á sama tíma, nei, við getum ekki beitt okkur þarna. Það er svolítið einmitt. Það væri eiginlega heiðarlegra bara að segja að, þú veist, við viljum þetta ekki. Þetta er rosalega mikið þegar að við hefum reynt við sósíalistar að koma með umræði borgarstjórn, eitthvað svona, hei, ef við ekki, þú veist, að lækka lægstu laun, ef við ekki að taka undir kröfur starfsgreinasambandsins sem komið fram að síðasta kjörtímabili í tengslum við, bara að baráttu launafólks, bara hei, þú sýnum gott fordæmi, byrjum þetta vel, segjum bara við tökum undir þessar kröfur, þá eru skilaboðin úr borgarstjórnarsalnum einhvern veginn alltaf þau að það sé ekki okkar að vera að skipta okkur að þessum málum, þetta fari bara fram í gegnum kjarasamningsgerð og þú veist, spurningin er samt, við stýrum borginni, við erum 23 kosin til þess, við stýrum borginni, þannig að mér finnst þetta eðlilegt, við myndum ræða bara eitthvað svona eðlilega launastefnu, þú veist, hvað finnst okkur eðlilegt, hvað skilaboð erum við að senda frá okkur, þú veist, alls konar svona. Einmitt og við erum komið til fyrir næsta borgarstjórnarfund á þriðjudaginn og viltu kannski svona lýsa henni í dítilum fyrir hlustendur? Já, það er sem sagt þannig að á hverju ári, sem sagt í janúar og júlí á hverju ári, þá uppfærast grunnlaun borgarfulltrúa í takt við þróun launavísitölunar. Og þetta hefur alltaf leitt til þess frá því ég tók til starfa að launin hafa hækkað, grunnlaunin, og líka í rauninni alls konar álagsgreiðslur sem borgarfulltrúar fá, til dæmis ef þeir sitja í fleiri en 3 ráðum, þá fá þeir álagsgreiðslu sem er 25% af grunnlaunum og þannig að þróunin hefur verið þannig að ég upplifa að ég sjálf að fá launahækkun án þess að hafa beðið það. Og það sem við erum að leggja til núna á þriðjudaginn, þegar næsti borgarstjórnarfundur er eftir helgi, er að við tökum ekki við hækkunum vegna þróunar á launavísitölu árið 2023, sem bara nei, við ætlum ekki að fá þessa hækkun. Og það er áætlað að það spari borginum 29 milljón króna. 29 milljónir. Það er hægt að gera mjög margt fyrir þann pening. Einmitt og það er, ég held nú að við lifum það öll af, sko, að fá þessa frystingu. Þú veist, það er ekki einu sinni verið að skerða launin eða neitt. Þetta er mjög hófsamt og það verður áhugavert að sjá hver viðbrögðin verða. En já, þetta er áhugavert til að og bara hlakka til að heyra hver viðbrögðin verða. Hvað, hefur ykkur grunum hver þau verða? Sko, ég vil einmitt taka fram fyrir þau sem eru að hlusta er að okkar mati þá eru launin okkar ekkert eitthvað klín. Grunnlaunin eru vel rúmlega 900.000 og svo er aðeins minna fyrir fyrstu varaborgarfulltrúa og þetta er einmitt búið að hækka svo ofta ég er ekki með nákvæma tölu í hausnum en mér minnir að grunnlaunin fyrir skatt séu í kringum 948.000 sem er náttúrulega bara að mínum mati fáranlegt. Í samhengi þess að við erum hér með störf sem er bara ekki borgað mikið fyrir, sem eru mjög mikilvæg og í samhengi þess að það er fullt af fólki sem að þarf að komast af að fjárhagsaðstoð en við förum út í það kannski aðeins síðar en ég held að viðbröðin verði svona ef ég ætti að spá fyrir einhver viðbröð bara við getum ekki verið að skipta okkur að þessu ef við förum að fikta í reglunum þá bara boðar það ekki á gott þú veist, það er ekki okkar að vera eitthvað setja ykkur svona stefnum okkar eigin laun að vera að vasast í þeim og svo rosa oft er ég komið að þetta er ekki fyrsta skipti sem sósíalistar komið með þessa tillögu þá er líka svona verið að vísa til þess að launin hafi nú verið tengd við kjararáð þarna þegar allt alþingisfólki var að hækka eitthvað gríðalegt en við höfum aftengt okkur við þá þróun og þannig að þetta sé bara komið og þetta sé betra núna og ef maður vill einhverja breytingar þá er
þá var maður spurður sko, hvað vil ég bara fara aftur í kjararáð? Þú veist, eins og þetta séu einu svona 2 valmöguleikarnir og það einhvern veginn ekki verið að hugsa út fyrir kassan þarna, eða hreinlega engin vilji til, væntanlega, til þess að lækka launin og ég veit ekki, þú veist, kannski það bara þannig þegar maður búinn að vera á svona launum svona lengi að maður verður einhvern veginn, maður vill bara, margur vill meira og bara það erfitt einhvern veginn fyrir marga, fólk kannski missir einhvers konar, ég veit ekki, tengingu við raunveruleikann, en ég skil eiginlega ekki hvað ætti að vera vandamáli við þetta, frysting, 1 ár, svo kemur árið 2024 og þá verður þetta allt eins og það var, skilurðu, getur fólk ekki ég veit ekki hvernig þetta orðið þetta, maður segir nú ekki þreyja þorrann með þetta, en þú veist, come on, þetta er 1 ár af bara sömu launum á þessu ári og það enginn að þjást, sko. Ég man að, já, þegar að maður hefur verið á svona ýmsum öðrum vinnustöðum og þá þarf einmitt að færa rök fyrir launahækkun og svona koma fram og segja bara, já, nú hef ég staðið mér svo vel, en það er enginn sem að metir það hvort við skilið þessa hækkun og eitt líka áhugavert að það er oft talað þetta sem sko ekki launahækkun, þannig séð, heldur bara svona þróun í takt við launavísitölu. En ef ég enda alltaf með auka 20.000 krónur á mánuði í vasann, þá er það launahækkun. Já. Er það ekki? Jú, algjörlega nefnilega. Og einmitt að það sé hægt að tengja sko okkar við vísitölun, ekki laun sko fólksins á gólfinu. Þú veist, ein regla fyrir okkur, ein regla fyrir hina. Mér finnst það, þú veist, þetta er örugglega stór ástæða fyrir því af hverju fólk svona ber lítið traust til borgarstjórnar og Alþingis líka sem er bara svipað launastefnu, að það er einhvern veginn verið svolítið svona okkar stéttir svolítið kannski búin að gera það sig af fyrir almenningi með þessu einhvern veginn, að það er svona eina reglu sem gildi okkur en aðrar ykkur og bara þannig það og við viljum ekki breyta því. Eins og fjárhagsaðstoð, það er mjög lág upphæð, hún er núna 217.799 krónur á mánuði fyrir skatt ef þú rekur eigið heimili, ef þú getur sýnt fram á, þú veist með þinglýstan húsaleigusamning eða eitthvað þannig. Og fjárhagsaðstoð er fyrir þau sem get ekki leitað neitt annað, bara ekki rétt á neinum öðrum tekjum, get ekki fengið neinar aðra tekjur og kynnt sem neyðaraðstoð sveitarfélaga. Öll sveitarfélagin eru með einhvers konar fjárhagsaðstoð. Og 217.799 krónur fyrir skatt. Hvernig á fólk að lifa á þessum upphæðum? Þetta er bara óskiljanlegt og það er verið að leggja það sem sagt hækkar alltaf einu sinni ári og það voru lagðar fyrir velferðarráð tillaga að þetta myndi hækka 4,9% upp í þá 228.471. Þeirri tillögu var frestað þá eftir að klára ákveða þetta og ég meina við erum að tala svo lágar upphæðir og þó þetta sé hugsa sem eitthvað svona neyðaraðstoð í smá stund að þá bara er ekkert hægt að tryggja og komist af á þessu að því að þú veist vítahringurinn byrjar svo fljótt fyrir svona skuldastaða og þegar þú ert alltaf að reyna að redda þér á einhverju og byrja kannski að taka einhver óhagstæð yfirdráttar lána eða eitthvað slíkt. 4,9% hækkun, þetta heldur ekki einu svona yfir verðbólgu sem er yfir 9%, þannig að það er í rauninu þessu ári að vera að leggja til að framfærslan verið skert. Það er raunin það sem er verið að leggja fram þarna í fjárhagsáætlun. En við ætlum að taka mjög stutta pásu og svo ætlum við aðeins að fara úr kjaramálum meira í svona lýðræðismálefni hér eftir örskamma stund. Já, næst ætlum við svona aðeins að tala lýðræðismál og það sem við erum alltaf innblína á er að fólki með reynsluna af hlutunum að það svona komið að þessari stefnumótun því að þú veist við vitum ekkert allt við borgarstjórn og við þurfum þá að hlusta þetta á þau sem að þekkja best til. Borgin hefur lengi verið með svona verkefni hverfið mitt þar sem maður mátt kjósa í rauninni setja kannski fram einhverja tillögu fyrir hverfið, bara hér var aðeinslegt að hafa stiftu af einhverjum þekktum eða gosbrunn eða vassbrunn eða eitthvað svo leys. Eða jafnvel eins og við gerst á síðustu árum að gera við göngustíga eða koma ljósasturnum í lag eða eitthvað svona sko. En svo átt að vera sko, ég hef alltaf skilað þannig að það er samt ekki að vera eitthvað svona framkvæmdir eða eitthvað sem lagar það en það var kannski því ég hugsaði bara vá, er ekki borgin bara að laga þetta og maður er að fara að kjósa það að einhverju
Já, innviðum sé sinnt, það bara allavega náði að fólk væri, þetta voru vinsælustu tillögurnar oft sko í hverfunum, bara basic viðhald, já, en við erum svolítið að tala fyrir því að að lýðræði verði sko, við förum svolítið dýpra líka, þú veist, við séum ekki bara kjósum ný leiktæki eða nýja göngustig eða eitthvað svoleiðis sem skiptir náttúrulega mjög miklu máli fyrir fólk í hverfunum, að við séum líka leyfa íbúum að koma að bara, þú veist, koma að stjórn borgarnir að vera eins og með fjárlaga gerði það ekki? Þáttöku lýðræðisleg fjárlaga gerð. Já, sem á fyrirmynd sína í Sviss, ef ég man rétt. Einhvers konar fyrirkomulag sko, þar sem að Sviss notar, þar sem að fólk kemur miklu betna að allavega mjög mikið beinar íbúakosningar líka þar. Já, þar það þannig sko. Já. Og svo svona þessi þáttöku lýðræðislega fjárlaga gerð, hún á svona fyrirmyndir í öðrum borgum þar sem að vinstrimenn og sósíalistar hafa stýrt og þá það meira sko ekki viltu bekkin eða ljósastaurana, skilur. Það meira bara, þú veist, að heyra dálítið svona í íbúðum bara, herðu, hvernig við að útdeila fjármunum, þú veist, að þá getum við hugsað okkur að við erum með grunnskóla og leikskóla, þú veist, ekki eðlilegt að starfsfólkið á gólfinu fá dálítið að koma að þessari svona, bara eitthvað að segja hvernig við ætlum að verja peningnum í hvað hann fer. Einmitt, og eins og staðan núna þá þetta ekki á 2 ára fresti sem hverju mittkosningarnar fara fram. Þannig að þetta svolítið takmarkað, þetta náttúrulega var gott skref á sínum tíma og það var náttúrulega verið náttúrulega viðtökurnar hafa alveg verið bara ágætar að manni heyrist, en við náttúrulega myndum algjörlega vilja virkja almenning og fólk í borginni ennþá meir, af því að við vitum að fólk íbúðarnir og þeir sem búi í borginni vita svo ótrúlega mikið, svo mikið af hugmyndir sem við getum fengið og við getum einhvern veginn ekki setið uppi bara og tekið ákvarðanir fyrir alla. Þannig að þetta væri mjög mikilvægt, við töluðum þetta í kosningabaráttunni mjög mikið að íbúðarnir kæmu miklu meira inn í stjórnina. Við fengum sko svar við einni tillögu okkar þar sem að við fengum ákall frá notendum strætó og farþegum og vagnstjórum að við þyrfti meira þeirra rödd svona inn í alla ákvarðanatöku og þannig að við leiðum fram tillögu að stækka stjórnina, þannig að nú myndi gera ráð fyrir farþegum og vagnstjórum. Og svarið sem við fengum tilbaka, í rauninni fengum ekkert svar, maður þarf alltaf að fylgjast með einhverjum fundagerðum, þræða sig í gegnum þær og sjá hvort það sé búið að afgreiða tillögu sem að vísa eitthvað áfram, þetta orðið svo mikill frumskóður og bara trjóðum allt og laufa falla mann við að reyna að finna hvað var þeim tillögurnar. En þá stendur sér satt í ég held að þetta heiti SSH eða SI, það eitthvað svona alls konar samtök sveitafélaga sem þessu var vísað til. Það bara erfitt stundum að fylgjast með þér. Já, einmitt, samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu sem hafa þá, Og þá kom fram að til okkar hafi verið tekin til skoðunar og segir orðið rétt sem sagt vagnstjóra og farþega inn í stjórnina, stækka bara stjórnina. Og þá segir, nú gildandi stofn samþykktir strætó BS ger ekki ráð fyrir því að samsetning stjórnar sé með þeim hætti sem tillagan kveður á Strætó BS þó falið að stuðla að frekara notenda samráði. Þannig að þá komum við kannski í svona þessa svona mentalitet sem dálítið til staðar, að það sé einhvern veginn svo erfitt að breyta hlutum og þess vegna verðum við bara sætt okkur við það hvernig hlutinir eru. Einmitt, við tölum þetta daginn með honum Pétri vagnstjóra að hann talaði fyrir að Reykjavík myndi segja sig úr BS fyrirkomulaginu mitt vegna þess að það virðist rosalega erfitt að breyta einhverjum hlut þar innanfrá. Það þarf náttúrulega 3/4 atkvæða til að eitthvað breytist. Þannig að maður velti því fyrir sér allavega þarna þá einhvern veginn kerfi sett upp þannig að það að verja sjálft sig endalaust. Það ekki hægt að einhvern veginn komast inn í það og breyta og maður svona svolítið ringlaður en við þurfum náttúrulega að móta og búa til þá kerfi sem opið fyrir því að fá þessar raddir inn og ekki bara tala um samráð og segja við erum að hlusta en svo ekkert að hlusta. Það einhvern veginn að fá bara íbúa þarna inn í þessar stofnanir, inn í þessar nefndir, inn í þessi ráða miklu meira heldur en núna. Af því að það svo mikið, við erum ekkert eitthvað fólk sem veit mikið betur en allir aðrir, við þurfum að fá
bara raddir allara inn. Samvinna en ekki samráð. Samráð einhvern veginn þegar komin einhver loka afurð og þú getur komið athugasemd þá afurð eða þjónustu þannig fyrir að vera að vinna því saman að byggja þetta upp frá grunni, sko, þá held ég að fengja miklu betri niðurstöður. Ég held að fólk sé svolítið brent líka á þessu orðið samráða því það ríkisstjórninni með samráðsgátt og það hafa verið mjög mörg mál, sko, þar sem almenningur hefur komið inn, bara frægasta dæmi senkun klukkunar. Ég held að sko 90% af athugasemdunum voru bara, við viljum þetta sé gert og Katrín Jakobsdóttir var bara, já, gott að fóta samráð, við erum að hlusta, en síðan var það ekkert úr þessu samt, þannig að fólk bara, þetta er bara eitthvað rugl, ég nenni ekkert að vera í þessu samráði, það er ekkert að hlusta, þannig að þetta er bara eitthvað svona fjaðraskreitingar fyrir stjórnmálamenn, þannig að þau geti sagt, já, við erum þetta með samráð, þannig að það breytist ekkert nema það sé bara kveðið á að íbúarnir komi að mótuninni og þeirra, þau geti kosið tillögur og þau hafi völd. Það er sem skiptir svolítið miklu máli. Svona, já, borg sem er einmitt að ná utan okkur öll. Þá komum við dálítið inn á húsnæðismálin sem við hefum mikið verið að tala Og bara nýjustu tölur. Það eru 4 biðlistar hjá borginni. Og það er sem sagt þetta almenna félagslega leiguhúsnæði sem við höfum oft talað og svo er húsnæði sem hentar fötluðum, sem hentar eldri borgurum og svo heimilislausum manneskjum. Og þessar nýjustu tölur sýna að það eru 1070 manns samtals á öllum þessum biðlistum og þetta bakvið þannig fjölda eru fjölskyldur og börn og svona þess að brjóta þetta niður að þá sem sagt 741 manneskja að bíða eftir almennu félagslega leiguhúsnæði og við skoðum bara þessa tölu. Það yfir 1000 manns sem þurfa heimili og þannig erum við bara að tala sko hvað biðlistarnir segja okkur. Já. Það eru miklu fleiri sem ættu þetta að fá félagslegt húsnæði eða geta sótt það en reglurnar eru bara svo svona kassalega, það er ekki hægt. Og svo skoðum við sko í fjárhagsáætlun borgarinnar til næstu 5 ára. Og það sem ef við tökum sko ári með núna, 2022, og til 2027 og með því ári, þá borgin að gera ráð fyrir 445 almennum félagslegum leiguíbúðum í viðbót. En núna er 741 að bíða. Einmitt, þetta er biðlistinn bregst og ekst. Og það er við höfum lagt fram tillögur að biðlistarnir það verði bara bundið enda og þá er einhvern veginn ekki hægt að gera það, segir fólk. Þetta er bara mjög sérstakt mál að það sé einhvern veginn ekki hægt að sko byrja á grunnum og laga það. Svo er líka náttúrulega það sem annað með húsnæðismálin er þessi uppsöfnun og eignum. Það er mikið eignafólk og aðilar sem sagt hafa verið að safna til sín íbúðum til þess að leigja út og það sem stendur eftir þá er einhvern veginn rosalega lítill markaður eftir og þá er fólk að berjast þessar fáu eignir sem er eftir og þá hækkar húsnæðisverð náttúrulega rosalega mikið. Hann Guðmundur Hrafn frá Leigjendasamtökunum kom með mjög góða grein í vikunni þar sem hann talaði að bara á þessu ári þá hafi farin helmingur íbúð að rata til einstaklinga með eina íbúð. Af þeim íbúðum sem voru byggðar og meir en 50% íbúðan hafa því endaði höndum fyrirtækja eigna fólk sem á fasteignir fyrir. En ég meina það þarf enginn að búa í 2 íbúðum er ekki einn á. Jú, maður hefði haldið það að meðan að fólk fullt af fólki hefur ekki efnaði að komast inn á markað þá verðum við að setja einhverjar reglugerðir eða einhvern ramma í kringum það að þetta sé ekki í lagi á meðan. En borgin hefur allavega ekki tjáð sig neitt þetta. Ég fórum á kynningu í síðustu viku húsnæðisuppbyggingun og það var einmitt verið að kynna þessar fallegu og fínu íbúðir. Þetta er náttúrulega lítur mest út bara fyrir að vera lúxusíbúðir og það virðist vera nóg frambúð af þeim en ekki af neinu öðru og það er líka bara verið að tala að við þurfum bara að byggja meir eins og hefur verið gert síðustu árin sko og það er alltaf verið að búast einhvern veginn við að verði nýjar niðurstöður ef við bara höldum í áfram sem við höfum verið að gera og hefur ekki verið að virka.
Það eitthvað máltæki það, þú veist, ef þú ert alltaf að gera sömu hlutin og búast við annarri niðurstöðu, þá það skilgreining bara á ákveðinni geðveiki og borgin svolítið bara á þeim stað einhvern veginn að bara reyna að halda þessum sömu hlutum áfram endalaust og ég skil ekki af hverju afneitunin svona rosaleg, þú veist, afneitunin bara það mikil að við getum ekki hort á henni aðra leiðir, það bara, þú veist, samtök iðnaðarins bara búin að segja okkur að við verðum bara að byggja meir og þá einhvern veginn lagast allt, en þú veist, við erum svolítið að reyna að benda á að og samtök leigjenda líka, við verðum aðeins að horfa líka á, þú veist, það eru eignaaðilar sem eru að safna og sópa til sín eigum á kostnað þeirra sem vantar þaki yfir höfuðið. Og við setjum núna uppi með hennar leigumarkað eins og hann og húsnæðismarkaði líka eins og hann en þú veist, borgir eins og Amsterdam í Hollandi, þar hafa verið setta reglur sem að hvetja bara til þess að fólk sé ekkert að safna til sín eigum, það eru lagðar sektir á fólk sem beinlínis bara býr ekki í íbúðinni sem það á. Og ég sá frétt daginn að í Noregi líka, þá eru farnir að skattleggja íbúðir, sem sagt íbúð 2 og eftir sem fær fleiri íbúðir, þá er það skattlagðar herra og það verið að virka rosalega vel. Þannig að þú veist, getum við ekki fundið einhverja lausnir? Þannig að borgir geta alveg gert eitthvað, stigið inn í og gert eitthvað. Já, þú veist, af hverju ættu borgir ekki að geta gert eitthvað í þessu, en það væri áhugavert að sjá hver svörin væru við því við ætlum allavega að skila inn tillögu í næstu viku í umhverfis- og skipulagsráð þetta að það verði svona ákveðin hvati fyrir til þess að fólk sé ekki saman til sinni eigum, það verður lagðar sektargreiðslur af fólk sem ekki búsett í íbúðuna sem það á, til þess að það losi þá íbúðunar, þannig að fólk sem á raunverulega þarf þaki yfir höfuðið geti flutt inn. Það verður áhugavert að sjá hver viðbrögðin verða við því. En já, húsnæðismálin eru bara alveg í eitt af þessum risamálum sem eru náttúrulega mjög flókin, en það virðist einhvern veginn vera að það sé ekki verið að horfa á það út frá mörgum vinklum. Það einmitt bara þetta með frambúðið, bara byggja meir. Svo náttúrulega að tala þessar hagkvæmu íbúðir og íbúðir á viðráðanlegu verði. Maður skilur ekki alveg, þú veist, hvað átt við þarna að 30% íbúða eiga að vera á viðráðanlegu verði, eiga þá 70% íbúða að vera á óviðráðanlegu verði, hvað þýðir það, þú veist, eiga ekki bara allar íbúðir að vera á viðráðanlegu verði, maður skilur ekki alveg hvert við komin, sko. En já, þetta er svona helsta sem við erum að spá í þessu. En svona eins og hagkvæmt húsnæði, þú veist, fyrsta sem kemur upp í huga bara, vá, hagkvæmt, þú veist, kostar ekki mikið, en ég farin að hafa ágjör að því að þetta séu bara litlar íbúðir, að það er að vera rosa minimalist og töff að búa bara svona hagkvæmt, þannig að þú ert bara með eldhúsið við hliðin á rúminuðinu einhvern veginn, sko, og fer bara alla karrílyktina og pastasósulykt eða hvað sem maður er að elda alltaf heima á sér, alltaf þegar ég elda, sko, hjá mér, ég er nú búin að uppgreita úr stúdendaíbúð, en sko ég verð að passa mig ef ég er að þurrka þvott að það sé ekki opna rýminu mínu. Já. Ef ég er að elda svona chilisúpu og kemur svona lauklykt af sokkunum, en já, það er aukaatriði. Ég var aðeins að hugsa svona hagkvæmt, bara hvað þýðir hagkvæmt húsnæði? Erst þú komið með eitthvað dýpri skilning á þessu? Sko við báðum í borgarráði núna í vikunni að við fengjum bara yfirleitt yfir byggingakostnað hjá þessum aðilum sem að byggja þessar svokölluðu hagkvæmu íbúðir. Það er Hús EHF sem eru þarna með þorpið. Svo er líka fyrir uppbygging í Skerjafirði, ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem er að byggja þar, en við óskuðum eftir því að borgin veitti yfirleitt áætlaðan byggingakostnað hjá þessum aðilum, því að þá getum við séð sko söluverðið og miðað þá við byggingakostnaðinn og hversu mikil ávöxtunin er hjá þessum aðilum. Af því að sko okkur grunar svolítið að og við hefum séð tölur áætlað söluverð og fermetraverðið í sumum þessum hagkvæmu íbúðum eru jafnvel hærri heldur en almennum markaðnum. Hagkvæmnin virðist felast alveg því að það er bara að byggja rosalega litlar íbúðir og þá er hægt að hafa þær ódýrari, náttúrulega, en það er eitthvað lykt af þessu sem að ég er að reyna að átta mig á og við verðum bara að fá svör við, en mér finnst þetta er bara eitthvað svona nýfrjálshyggju bullshit, sýnist mér, sko. Bara eitthvað að þessu hagkvæmt og myndirnar svona öllum eitthvað glöðum saman í þessu hagkvæma litla húsi og bara þetta svo grænt og vænt og bara æði og ég bara deili kannski eldhúsi með einhverjum nágranna mínum í einhverju sameiginlegu rými. Já, og svo er bara verið að flýta sér að byggja þetta og steypan alltaf látin þorna og þú veist, það var einmitt eitthvað í þorpur daginn að ég held að það veri plast undir parkettinu eða eitthvað, þú veist, það er ég veit ekki hver sparnaðurinn felst í, kannski lágum launakostnaði, ófagmenntum manneskinn sem er að byggja og já, einhvern veginn bara svipan áfram, sko, og þá geta þessir aðilar kannski bara grætt ennþá meira því að
þú veist, það virðist ekki vera að borgin, við spurum líka það í borgarráði hvort að borgin væri með eitthvað, sko, hafi sett eitthvað viðmið takmörk á ávöxtun hjá þessum aðilum. Mega er bara að græða eins mikið og þeim sýnir svo lengi sem að þeir byggja hagkvæmt, þú veist, þannig að kannski er þetta bara algjört lottó sem að þessir aðilar að lenda í, þú veist, þetta náttúrulega einkafyrirtæki, þetta ekki einhver góðgerðarstarfsemi, en þetta svolítið auglýst þannig. Og það tengist líka umræðinni sem að við vorum með leigu þak og leigu bremsu, þú veist, að við þurfum að senda frá okkur bara skýr skilaboð sem borgarfulltrúar, sem fulltrúar fólksins í borginni, að það verði að setja einhver svona hömlur á það, hversu mikið sé þetta hagnast á leigjendum og það var ekki alveg talin og kúl hjá okkur af hinum í meirihluta og það bara, nei, þetta er ekki okkar, þetta er óskýrt, það er bara ekkert óskýrt við það að setja einhverja hömlur á það. Hvað sé þetta græða mikið? Nei, á leigjendum, ég meina þetta fer fram á þingi, við getum ekki sett lög, en við getum samt alveg tjáð okkur óréttlætið og hvernig við viljum stoppa það. Já, einmitt, borgin getur gert náttúrulega, þú veist, þóttu getur ekki sett lög, þá var að minnsta sem við getum gert að senda þá yfirlýsingu til ríkisins en einhverja hluta vegna og það heldur ekki hægt, þannig að það virðist bara ekki vera vilji til að tækla rótina og það er náttúrulega, þú veist, maður velti því fyrir sér, bara verktakarnir hafa svona rosalega mikil áhrif, þú veist, þeir náttúrulega Þeir eru náttúrulega að græða rosalega mikið á þessar uppbyggingu. Það er náttúrulega verið að þétta byggðina rosalega mikið og það er verið að bjóða út lóðir og þá eru náttúrulega bara hæstbjóðendur sem geta fengið þær og byggt á þeim og það eru stóru verktakarnir. Og til þess að geta ávaxtað eitthvað þá verða þær að byggja íbúðir sem selja á háu verði sem eru þá lúxusíbúðir. Þetta er snúin staða. Ég veit að þegar Grafur byggðist upp á þessum tíma þá gat fólk einfaldlega sótt lóðir, þú veist, það er bara þinn réttur sem íbúi að geta sótt lóð, það var ekki búið út eða neitt svoleiðis og það var fullt af alþýðu fólki sem gat bara hreinlega byggt sér raðhús eða innbýlishús þar. Var það dýrt? Ég er ekki með á hreinu en ég held að mér skilst bara ég bjó í ólst upp í Gráu og það voru allir að tala um þetta í hverfinu og svoleiðis hafi þetta verið og þetta var bara, þú veist, verkafólk sem gat byggt að því að fekk lóðir á hóflegu verði en svo kannski tengist það því líka aðstöðugjöld verið lögð niður og þá þurfti sveitafélögin einhvern veginn að fá tekjurnar annar staðar frá þannig að kannski einhverjum hluta tilbúið að neyða því það að fara í eitthvað lóðabraks til að fá tekjur Byggingaréttagjald heitir þetta í dag og borgin gerir ráð fyrir 5 milljörðum á ári þar sem að eftir er til næstu 5 ára og það er einmitt verið að selja þessi svona gæði í borgarlandinu í staði þess að vera úthluta bara til einmitt fjölskyldna. Já, við náttúrulega greiðum útsvar, íbúar greiða útsvar, það ætti náttúrulega ákveðin að gæsaleppa fríðindi sem fylgja því réttindi, þú veist, lóðir, þetta er þitt sveitafélag, áttu ekki rétt á lóð, er það bara fyrir suma, þú veist, og mér finnst það sérstakt að þeir sem að kenna sig við jafnaðarmennsku og meiri sér á nýfrjálshyggju árum byrjuðu að tala meira kannski jöfn tækifæri heldur en jöfnuð, en það er ekki einu sinni jöfn tækifæri í þessu, að allir hafi bara rétt að þau fá lóð til þess að geta byggt sitt eigið hús, skilurðu. Þannig að við erum á svolítið skrýtnum stað þarna. En það sem við erum að gera, við erum að vinna að jöfniði. Við ætlum að fá jöfnið inn í þetta samfélag og til þess að ná því fram, þá bara höldum við áfram að tala við þau sem að búa við fátækt, heimilisleysi, þekkja bara stöðun eins og hún eru á milli alls konar sófa og biðlista í bið eftir einhverju húsnæði sem hendar og við bara höldum áfram. Við höldum áfram að sækja fundi sem okkur er boðið á og við vorum á góðum fundi með vagnstjórum núna í byrjun vikunar. Rosa góðu fundur. Mjög góðu fundur og það er bara svona orka einmitt bara heyra í fólki sem að sætti sig ekki við hlutina og líka samt erfitt en að vita að borgin okkar síðan þá þessum stað en þetta er það sem við bara höldum áfram að vinna að. Algjörlega, þetta er það sem skiptir mestu máli, það er að vera í þessari tengingu við fólk, hitta meira heldur en að vera á fundunum, þessum ráðafundum myndi ég segja, af því að við erum að fá svo mikið af hugmyndum, mikið af bara hvatningu, mikið af orku og eins og þessum fundi með vagnstjóranum, það var bara, við lærðum svo margt á þessum fundi, þú veist, bara hvernig kjörin eru hjá þeim sem eru í útvistuðum störfum, þú veist, það getur munað yfir 70.000 krónum á laununum og það fyrir vaktálag ef þú ert í útvistari vinnu eftir 5 ára starfsreynslu og bara, þú veist, þetta eru svona gögn sem að færa ekki á þessum fundum hjá ráðanum af því að það er svolítið verið að stilla þessu upp þannig að allt gangi rosalega vel, þannig að bara, já,
ef við höldum þessu áfram þá bara á ég ekki vona öðru en að bara okkar málefni fóði mjög góða málflutning á næstu mánuðum og misserum. Byggjum upp réttlátt samfélag og við ætlum að enda þetta á því að minna á sósíalistaþing sem að verður haldið á sunnudaginn núna og það verður haldið í Breiðfirðingabúð sem Faxafen 14 og þar ætlum við hittast og ræða málin fyrir alla áhugasama sósíalista. Mjög spennandi, skemmtileg helgi framöndan. Takk kærlega fyrir að vera með okkur í dag og við sjáumst næst.